Já, það er að segja, tefinnin er sem spennu hlutinn. Svo ef við viljum einfalda þessa rás og skoða strauminn, þá er það hérna númer 3. Finna Norton-straum. Straumhlutinn heitir Norton og hann er bara U-tefinnin 7,2 volt deilt með R-tefinnin 10,4 og þá fáum við straum. Og svo er þessi teiknum svona. Og nú skulum við taka þetta. Það er að segja, þá myndum við telja hérna straumgjafa. Þannig teikna það svona, til dæmis, það eru mörg tákn. Og svo er viðnámið hér, þetta viðnám hérna. Þetta er 10,4 ohm. Og straumurinn hér í þessari rás hér, í Norton, er jafnt og U-tefinnin deilt með R-tefinnin. Og þetta er þá jafnt og 7,2 volt deilt með 10,4 ohm. Þannig að sjá, 7,2 volt deilt með 10,4 0,69 ampere. Við erum að tala 0,69 ampere. Eru hér og hér 0,69 ampere í Norton. Þannig að við getum einfaldað þessa rás hér sem, það er að segja, spennurás svona eða sem straumrás sem er svona. Þessi, þá er hérna straumurinn og þessum straumgjafa hérna, hann er 0,69 ampere í gegnum þetta. Og hér væri þá alvarsviðnámið hérna, það kemur bara hér í, alveg svo hérna. Svona. Þetta er jafn, þessi rás, þessi hér og þessi hér rás er líka þessi hér. Út séu frá straum, út frá spennu. Heitir tefinnin, spennan, Norton, straumurinn. Einfalt. Takk.